Að mati afsakið margra gagnrýnenda vestra orðið eitt af 3 stærstu nöfnunum í ballettheiminum. Vegur Helga hefur vaxið stöðugt frá því hann tók við San Francisco flokknum og nú streyma tilboðin til hans meðal annars frá New York og konunglega danska ballettinum. Steingrímur Ólafsson fréttamaður og Sigurður Freyr Björnsson kvikmyndatökumaður heimsóttu Helga á dögun. Hann ekki bara virtur, hann dáður innvaldur. Helgi Tómasson, ballettmeistari San Francisco ballettsins, komin í hóp þeirra Núrejevs, Astons, Baryshnikovs og Balanchines. Hann var á toppnum sem aðaldansari New York City ballettsins í heil 15 ár, en fyrir 8 árum kom að tímamótum. Öllum að óvörum lagði hann skóna á hilluna og tók við San Francisco ballettnum, þeim elsta í Bandaríkjunum, en ekki þeim besta. Að sjálfsögðu heyrðust efasemdaraddir, gæti Helgi virkilega gert þetta? Hann gat þetta ekki bara, hann hefur gert San Francisco ballettin að þeim besta. Og enn á ný eru tímamót í lífi Helga Tómassonar. 15. verkið hans verður frumflutt á 60 ára afmæli ballettsins sem hefur líklega aldrei verið betri, en þetta var ekki auðvelt. Það var lítill agi í dansflokknum. Það var lítið gert að því að dansa bara vel, sérstaklega klassíska balletta. Svo ég þurfti að byrja á því að æfa upp dansflokkinn og fá hann mikið betri heldur en hann var, mikið betri. Helgi var umdeildur í upphafi, en staða ballettsins í dag hefur keppt flestar gagnrýnisraddirnar. Það komið fram Helgastíll, að finna einkenni hvers og eins dansara og draga fram eins og ekkert væri eðlilegra, stýra harðri hendi en jafnframt að láta gleðina ráða ríkjum. Ég kenni dansflokknum á morgnana, minnst okkur 2-3 viku, og ég tek æfingarnar, svo ég alltaf að þjálfa dansarna og sýna þeim hvernig ég vil að þeir dansi hlutverkin. Nú það þetta sem hefur skapað dansflokkuna, hefur verið betri og betri og við fengið þessa stóru dóma og góða dóma. Og þessir góðu dómar hafa gert það verkum að San Francisco ballettin eftirsóttur allan heim og Helgi leið. Hún voru boðin ballettmeistarastaða við konunglega danska ballettin sem í ár setur upp hið frægaverk Þyrnirósu í uppsetningu Helga og hópurinn fyrir í mars til New York til að sýna á sama sviði og Helgi dansaði sem aðaldansari í 15 ár. Og það skín í gegn þegar rættir við einstaka dansara að þeir þekkja Helga vel og bera fyrir honum mikla virðingu. En hvernig lýsa þeir ballettmeistarann? He can be really fun to work with, or he can be quite the taskmaster. Difficult to please? Sometimes, but when you do, he lets you know it. He's just a very good artistic director for the dancers, I think. Helgi byrjaði sjálfur að dansa fyrir alvöru hjá dananum Erik Bísteð sem sett upp sýningar í Þjóðleikhúsinu í byrjun 7. áratugarins. Þar fekk Helgi þá hvatningu sem hann segir mikilvægasta fyrir þá sem að stíga sín fyrstu skref á sviðinu, lófatak. Já, þau eru mörg tímamótin í lífi Helga Tómassonar þessar mundir. Íslenskur ballett fertugur, hann sjálfur nýorðinn 50, San Francisco ballettin 60 og staða Helga sjaldan eða aldrei verið betri. Ef til þín kemi ungur íslenskur ballettdansari sem að byrja og svona ekki alveg viss hvort hann eigi að halda áfram en það engin aðstæða á Íslandi og þetta svo erfiður heimur og það svo mikil samkeppni. Hvað myndirðu segja við hann? Ef þú virkilega hefur ánægju að dansa, ef að það gefur þér meiri hamingjusama stundir en nokkuð annað, allt áfram. Það tók hann aðeins 8 ár að gera það sem allir töldu vera ómögulegt. Hann gaf hnignandi ballett nýtt og betra líf og kom honum í hæstu hæðir. Hann hefur skráð nafn sitt á spjöld sögunar, ballettkonungurinn Helgi Tómasson. Steingrímur Ólafsson, Stöð 2, San Francisco. Þá einn íslenskur stórlistarmaður yfirgefur New York, annar kemur, eins og sannast með þá Kristján og Helga Tómasson, en meira New York, því að forráðamennins virtasta kvikmyndahús New York borgar hafa farið þess á leit að fá að dreifa kvikmyndinni Sódómu Reykjavík gjörvöll Bandaríkin. Til marks áhuga þeirra á myndinni að þeir hafa hugsað sér að verja sem nemur 9 milljónum króna til þess eins að kynna myndina í New York borg. Sigmundur Ernir þekkir þetta betur. Saga borgarættarinnar, Hafnarfjörður fyrr og nú, óvenjuleg íslensk stórmynd í litum,
Lýðveldishátíðin, íslenskt tal og tónlist. Nú öldin önnur. Hingað streyma dreifingastjórar erlendra stórfyrirtækja og vilja kaupa íslenskar myndir og eru æstir í þær. Inni á kontór kvikmyndasjóðs sátu í morgun framkvæmdastjóri sjóðsins ásamt framleiðanda Sódómu og dreifingastjóra bandaríska kvikmyndafyrirtækisins Angelica, en það félag einn allra stærsti dreifingaraðili erlendra bíómynda í Bandaríkjunum og á þar að auki og rekur nokkur kvikmyndahús, þar á meðal eitt það vinsælasta í New York þessa mundir, en það sýnir einvörðungu metnaðarfullar kvikmyndir frá útlöndum. En hvers vegna þessi áhugi á íslensku myndum? Well, it's not a question of interesting in Icelandic picture. We are interesting in good pictures. Og að mati þessa manns myndin Sódóma Reykjavík þrælgóð. Hún var frumsýnd hérlendis seint á síðasta ári. Myndin verður öllum líkindum formlega valin til sýning á Cannes-hátíðinni í maí, en þar fyrir utan á framleiðandi myndarinnar ekki aðeins í viðræðum við forráðamenn Angelica dreifingu hennar, heldur og eru hafnir samningar við menn hjá Columbia, Miramax, Intrafilm á Ítalíu og Beyond Film í Ástralíu að eitthvert þessara fyrirtækja annist heimsdreifingu hennar. Þetta dæmi af Sódómu Reykjavík aðeins eitt margra velgengni íslenskra mynda á síðustu mánuðum, en hvað veldur þessu? Ég held að sé ekki spurt að því myndin íslensk, það er ekki að því Ísland hafa einhverja sérstöðu, heldur við búum til góða myndir og það er einfallega þess vegna og þá komast þær á blað. Börn náttúrunnar var útnefnd til Óskarsverðlauna og hefur þegar hreppt yfir 20 önnur verðlaun. Þetta lítur á að hjálpa. Tvímælalaust. Ég tek eftir því til þess að Bandaríkjamenn eru að fá mikinn áhuga núna á íslensku kvikmyndum og það stendur yfir núna í New York íslensk kvikmyndahátíð sem Íslendingafélagið í New York stendur fyrir, en það er af því að þeir sýndu Börn náttúrunnar í fyrra í New York og þeir fengur svo mikla aðsókn og mikla athygli að þeir lögðu í að halda áfram með íslenska myndir. Áfram Ísland. Og meira listir, því listamenn leynast víða land og láta ekki alltaf mikið yfir sér. Við sáum skaffisku söngvarana hjá Ómari í gærkvöldi og Haukur Hólm hitti einn vestfiskan þegar hann var á ferð Bíldudal á dögum. Bara fiskur og rækja, því hér í plássinu býr engin annar en söngvarinn Kristján Jóhannsson. Við hittum Kristján Jóhannsson þar sem hann var við vinnu í rækjuveri á Bíldudal. Hann er reyndar þekktari undir nafninu Jón K.R. Ólafsson, en nafn kollega síns gæti hann þó borið með réttu engu að síður. Já, ég heiti Jón Kristján Ólafsson og skrifa mig alltaf Jón K.R. Ólafsson. En fyrst að þú segir þetta, að þá geti sagt þér það að ég er eiginlega alnafni stórsöngvarans, Kristjáns Jóhannssonar, því að faðir minn hét Ólafur Jóhann. Og ég gæti alveg án þess að rjúga neinu skrifa mig Kristján Jóhannsson, söngvari. Þegar á heimili Jóns er komið það næstu því eins og að koma inn á Poppminjasafn þar sem ráða ríkjum auk húsráðandans Haukur heitinn Mortens, Raggi Bjarna og fleiri úr þeirra hópi. En hvernig leggst það í söngvaran að þurfa að hafa í sig og á með því að vinna í rækju? Þessi vinnustæður ágættir en voðalega hefði nú verið gott samt að þurfa aldrei að fara inn á það með allri virðingu fyrir þeim. Jón er sjálfsagt þekktastur fyrir þetta lag, Ég er frjáls, sem hann söng inn á plötu með hljómsveit sinni Fakon árið 1969. Mér kæti allsæll ég því orðin ekki kann ég mér læti. Ég er frjáls, förum út til að fagna, lyftum freyðandi skálum, gleð og ánægju aukum öllum leiðindum kálum, en þó alltaf hrópum þegar einhvern við skálum. Ég er frjáls, ég er frjáls, ég er frjáls, ég er frjáls, frjáls eins og fuglinn er frjáls og ég skemmti mér. Já, sko, ég var þekktur fyrir þetta lag, landsþekktur fyrir þetta lag Ég er frjáls. Og já, það er staðreynd og það var ansi gaman að gera þessa hluti og sérstaklega þegar maður lítur tilbaka þá finnst mér gaman að hafa gert það. Og þá sér maður kannski einhvern smá árangur af því af þessu sem maður var að gera á sínum tíma. Ertu frjáls? Já, ég er frjáls eins og fuglinn. Engum háðu góðu minn. Jón hefur komið víða við og meðal annars mátti sjá hann í þekktustu íslensku kvikmyndinni Börnum náttúrunnar, en þar söng hann eitt lag. Það er margþekkt að enginn er spámaður í eigin föðurlandi og að það getur verið erfitt að vera listamaður í bæ þar sem lífið gengur út á allt aðra hluti. En hvernig hafa sveitungar Jóns tekið honum?
Það nú sennilega svona, eins og gömul kona sagði við með einu sinni, það nú margar skúffur í Jóhanni minni, þetta helviti gott máltæki. Hvað þýðir það? Já, ég fekk nú aldrei neina svona spes þýðingu á því, en ég lagði þá meiningu í þetta máltæki að það væri svona mörg plön í fólki. Eðlilega finnst öðrum þetta og hinum hitt. Og það hef ég alltaf gengið út frá alveg hreint, sko. Bara eins og dagurinn kemur eftir nóttina, að fólk, það náttúrulega að spá í svona menni sem mig. Gera hann þetta, gera hann hitt, akkur gera hann þetta og akkur segir hann þetta. Ég meina það bara hluti sem að svona fólk eins og ég verða að sætta mig við og allir örugglega sem eru í á þessum lífsstandard, sko, hugsa ég. Þetta Haukur Hólm fyrir Stöð 2 á Bíldudal. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar hefur í samvinnu við miðbæ Hafnarfjarðar HF ákveðið að lækka turn verslunar og hótelbyggingar sem fyrirhugað að reisa í miðbænum 1 hæð, eða sem samsvarar 8 metrum. Þetta gert til þess að miðla málum vegna háværa mótmæla yfir 5.000 Hafnfirðinga gegn stórbyggingu við Fjarðargötu. Á neðri myndinni hjá Guðmundi Árna bæjarstjóra má sjá hvernig götumyndin verður og verður vegghæð hússins rúmlega 21 metri og hefur því lækkað 8 metra frá fyrri hönnun. Hörð mótmæli bárust bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði þegar ljóst var að byggja ætti háhýsi við Fjarðargötuna og skrifuðu 5.000 Hafnfirðingar undir mótmælaskjal þar sem skorað var á bæjaryfirvöld að beita sér fyrir því að laga stórbygginguna að götumyndinni sem fyrir Arkitektar settust því aftur við teikniborðið og fundu nýja lausn en húsið nú nær því að vera jafnhátt og hús Sparisjóðs Hafnarfjarðar. Endanlegar teikningar af nýbyggingunni verða teknar fyrir hjá bygginganefnd Hafnarfjarðar á morgun. Nýr forsætisráðherra og Veiðileysufjörð. Þeirra hrikalegastur Lambatindur, 854 metrar yfir sjó, en margir eru fallegir. Og lítum nú á snjóin hérna og mennina sem svo öttur þarna neðst. En upp þetta gil fóru þeir, næstu því beint upp á endan, hæð tindsins samsvarar 11,5 Hallgrímskirkjuturni og í björtu veðri í gær naut hann sín til fullnustu. Þetta voru 9 menn á 4 jeppum sem fóru þarna upphálega, en sína lögðu 4 á tindinn og þessa mynd tók Þorvarður Björgúlsson í þeim leiðangri á jörðu niðri. Þarna eru þeir hálnaðir upp á tindinn sem aldrei hefur verið klifinn áður svo vita sé. Og hér sjáum við norðvestur hliðina, það er sama hvar litið á hann, þetta ægi fagurt og hrikalegt. Og tindurinn þannig að hann hefur verið gamall draumur Ara Traustófélaga árabil og mikill undirbúningur að baki. En það var líka til einhvers að vinna að fara þarna upp fyrir þessa 4. Útsýnið mjög fallegt þarna og tindar í öllum áttum. Því að strandindar nú einna fegurstar þarna á norðanverðunni, segja sumir. Hér sjáum við Kaldbaksvík. Og nú tindurinn sigraður og við skulum skima upp á efsta koll hans. Þetta ísað stál og áræðanlega skemmtilegasti árstíminn til að klífa slíkt ferlíki. Þarna standa þeir og fagna. En það má geta þess að í vísasporti á næstunni mun verða sagt frá þessum leiðangri í nokkrum áföngum. Og það nóg að taka á ströndunum, aðrir tindar bíða. Þessi heitir Reykjafjarðarkambur milli Veiðileysufjarðar og Reykjafjarðar. Táknum þær aðstæður sem ríkja í Árneshreppi, nyrsta hrepp á ströndum sem lokaður frá okkur hinum allan veturinn. Bekkjaþjófar, ekki bekkjaþjófar eins og ég sagði. Skrítið hús á Patró reiðir sjómenn í Danmörku og væntanlega og vonandi úrslit í spennandi stjórnarkjöri í Íslandsbanka sem framfór áðan. En fyrst þetta einhver. Já, hæfileikamenn leynast oft í fjöldanum og gott dæmi Kristján Jóhansson sem Sigurður Demets uppgötvaði meðal kórfélaga á Akureyri. Ómar Ragnarsson var á Stjákli í Skagafirði á dögunum og hitti syngjandi bónda, bassasöngvara sem rennir sér upp fyrir háaséð og 2 syngjandi alnafna en annar þeirra hundur en hinn maður. Fjöll, hestar, söngur og lífsgleði.
Þetta Skagafjörður sem skín við sólu og aldrei eins og á Sæluvikunni sem endaði nú helgina. Félagsheimilið Miðgarður í Varmahlíð myndarleg bygging, þögul þessa stundina. Kvöldið húsið orðið allt of lítið þegar hinni fjölmörgu skaffisku kórar taka lokahnykkinn á Sæluvikusöngnum. Þetta svo mikið söngvahérað að það eru 2 skaffiskir kórar í Reykjavík, Drangey og skaffiska söngsveitin. Og auðvitað rísatir og sætum þegar þjóðsöngur Skagfirðinga sunginn. En söngurinn tegir sig út í alla afkima hérasins, jafnt meðal manna og dýra. Þannig kemst til dæmis Jóhann Már Jóhannsson, bróðir Kristjáns Jóhannssonar, ekki upp með það að syngja einn á sínum bæ. Þetta skeður Og hundtenórinn heitir Pétur Pétursson, en það eru fleiri syngjandi bændur og hundar í þessu héraði söngsins. Skagafjörður skín við sólu í dag og hér á bæ sem heitir Kúskerpi, síðst í Blönduhlíð, býr bóndi sem fer á fætur snemma morgnana til búverka. Sem hann þarf fyrst og fremst að sinna, söngurinn aðeins áhugamál. Og hann hefur unnið á vinnuvélum frá því að var unglingur og byrjaði að syngja á þeim. Þá leiddist manni að það var að vera í hvaða veðri sem var nánast í kulda og skít og þá var maður að halda til hita með einhverju arga sitt í lit. Einar byrjaði í kórnum fyrir nokkrum árum og enginn vissi hann geti sungið einsöng fyrir í fyrra. Hann hafði falið sig í öðrum bassa en svo kom í ljós þessi líka litla rödd. Og þegar maður hefur jafnað sig eftir þetta þá spyr maður, kemur ekki til greina að selja allt sitt og feta í fótspor Kristjáns Jóhannssonar og fara út í heim? Nei. Það kallar ekki að þér? Nei, það þýðir ekkert að hugsa þá hluti, En mér sagt að hann komist léttilega upp fyrir háa séð sem tenór væri og getur sungið kontratenór ef hann kæri sig Fleiri fallega raddir í kórnum. Gengið með sænum góðviðris dag, ég gleðist yfir öllu því nýja, sem brim hefur fáað og borið á land, í litrófi skýja. Og hvað heitir þessi tenór? Hann heitir Pétur Pétursson. Já. Bíddu nú við, eins og hundurinn í Keflavík. Það passar alveg. Þú búinn að syngja lengi? Ég búinn að syngja í rúm 40 ár. Í 40? Ekki kórnum að vísu. Á kórakvöldinu mikið stemning og stundum fleiri sem syngja í salnum en upp á sviði, svo að stjórnendur snúa sér við eins og sjá má. Og í mörgu lögum kvöldsins engu líkar en undraverðustu raddir komi stundum úr ótrúlegustu börkum. Brátt skal þá kalla frá fjöru til fjalla, til frelsis í sorustu bál. En loksins sveins og lykt á og þau líktur og líkt við elskar líkt, þau unna líka já.
Ómar Ragnarsson á Stjákli í Skagafirði. Þvílíkar raddir. En varðskipið Óðinn stóð í morgun vélbátinn Frigg Vaffi 144 að myndum ólöglegum veiðum á hafnarleir undan höfnum. Að sögn Landhelgisgæslunnar var bátunum, sem 150 tonna bátur, innan við 4 sjómílur frá viðmiðunarmörkum, en togveiðar eru bannaðar á því svæði. Komið var með bátinn til Keflavíkur hádegisbil í dag og tók Hilmar Bragi, okkar maður á Suðurnesjum, þá þessar myndir. Mál skipstjórans á Frigg verður tekið fyrir hjá sýslumannsembættinu í Keflavík. Danskir sjómenn héldu bátum sínum í höfn í dag eftir að verkalýðsfélög þeirra lýstu yfir verkfalli til að knýja á aukna ríkisstyrki til sjávarútvegs. Ræða 2 verkalýðsfélög sem í eru 6.000 sjómenn. Leiðtogar sjómanna segja að verkfallið standi þangað til samningar náist við stjórnvöld. Auk ríkisstyrkja krefjast danskir sjómenn stærri kvóta, meiri bóta fyrir afskráningu skipa og lægri vaxta á lán. En þá heitar að þorskastríð í gangi milli Breta og Frakka. Franski sendiherrann í London var tekinn á teppið í dag í mótmælaskyni vegna árásar á breskt varðskip í höfn í Frakklandi. Þóri Guðmundsson hefur fylgst með síðustu vendingum í því máli. Hingað til hafa Frakkar látið sér nægja að eyðileggja breskan fisk á fiskmörkuðum, en í gærkvöldi bættu þeir betur og rændu breskum sjóliðum og réðust skömmu síðar til uppgöngu í breskt herskip. Skipið var í kurteisis heimsókn í Cherbourg þegar franskir sjómenn réðust borð og brenndu breska fánan. Bresku sjóliðarnir lokuðu sig af neðan þilja á meðan. Svo mikið rót komið á tilfinningarmanna í Cherbourg að yfirvöld vara breska sjómenn við að landa þar. What he's just come down and tell us is that it's possibly too risky to try and unload our crab tomorrow morning. So we're going to go ashore and see if we can make contact with somebody else. Það tókst ekki og krabbaveiðimennirnir urðu frá að hverfa. Skömmu fyrir Cherbourg-atvikið höfðu franskir sjómenn rænt 3 breskum varðskipsmönnum. Bretarnir fóru borð í skip Frakkanna sem voru að veiða innan breskrar landhelgi. Frönsku sjómennirnir brugðu á þá ráð að sigla sem skjótast heim með þremenningana innanborðs. Auk þess að kalla franska sendiherrann inn á teppið íhuga yfirvöld í London nú að krefjast framsals Frakkanna. Við greindum frá vaxandi jeppadellu landsmanna í síðustu viku, þar sem það kom meðal annars fram að mjög vinsælt væri að gera upp gamla og ódýra jeppa til fjallaferða. Þetta tómstundagaman getur hæglega breyst í martröð á borð við þá að vakna einn morguninn og koma að fjallabinnin sínum dekkjalausum. Sigmundur Ernir þekkir svona sögu. Guðrún Gunnarsdóttir tæplega 30 kona sem býr í foreldrahúsum ásamt unnusta sínum í Kyrlátu hverfi í Fossvoginum. Hún og unnustinn keyptu rösklega 10 ára gamlan skátjeppa fyrir 400.000 krónur fyrir 2 mánuðum og hafa verið að endurbæta hann af litlum efnum síðustu vikur. Sjálfur draumurinn, fyrsta fjallaferðin á ferlíkinu áttu að rætast næstu helgi, en í morgun breyttist sá draumur í martröð. Guðrún kom að jeppanum dekkjalausum, glænýir barðarnir ásamt felgum voru komnir í hendur óprúttuna manna sem í skjóli nætur höfðu haft sig í að tjakka bílinn upp á óstöðuga búka og stela tútunum. Það mikið tjón? Já, frekar mikið. Það sé ekki meira persónulegt tjón. En í peningum? Já, það sé ekki 150 skall. Það voru 38 tonnu dekk á þessum bíl og þeir sem kynnu hafa séð til einhverja þjófa með 4 slík dekk á Vappi í nótt eru vinsamlega spennir að láta lögreglunni í Reykjavík vita. Þetta Sigmundur Ernir sem talar úr rólegu hverfi í Reykjavík þar sem þó að þér virðist allt getur gerst. Þekktur bandarískur hagfræðingur segir að enn sé að minnstakosti ár, jafnvel 2, í að hagvaxtarkippur verði í alþjóðlegu efnahagslífi. Hann segir að sennilega verði uppgangur í efnahagslífi fyrr á ferðinni í Bandaríkjunum en í Evrópu. Þóri Guðmundsson segir það. Pantanir á fjárfestingarvörum svo sem tölvubúnaði og bílum gefur oft góða vísbendingu bjartsýni eða svartsýni meðal almennings og í viðskiptalífinu. Í febrúarmánuði tók þessi fjárfestingavísitala 2,2% stökk í Bandaríkjunum, 4-falt umfram það sem búist hefur við. Hagfræðingar taka þetta sem ábendingu að efnahagslægðin þar kunni brátt að vera á enda.
Þetta gildir hins vegar ekki endilega heiminn allan. Charles Pearson prófessor í alþjóðlegri hagfræði í Johns Hopkins háskólanum í Bandaríkjunum. Over the next year or two, I'm quite positive about developments in the U.S. economy, and that I think by the end of 2 years, the Japanese economy will be recovering quite nicely. I think the difficulties in Europe that we see presently have a little bit longer to go, that it's going to take at least 2 years to work out of their current recession. Þetta eru slæmar fréttir fyrir Íslendinga sem eru sem útflutningsþjóð háðari öldu toppum og dölum í alþjóðlegu efnahagslífi. Varaformaður þýska seðlabankans Hans Tietmeyer varaði evrópska ráðamenn í dag við að grípa til verndarstefnu. Pearson tekur undir það og segir að ef Uruguay-viðræður nýjan GATT-samning renna út í sandinn, þá hafi það bein og lamandi áhrif á hagvöxt í heiminum. If there is no successful Uruguay round, the world won't collapse. GATT will exist, international trade will continue, the current rules will still be in force. But over the medium and longer term, I think there will be a gradual erosion of the liberal trade system. And that will show up in slower growth on a worldwide basis. It will show up with increasing protectionism and show up in rising nationalism and regionalism, all of which will slow down world economic growth. Oft eru turnar á mannvirki táknræn fyrir borgir og bæi og svo einnig Patreksfjörð. En Patreksfirðingar eru ekki mjög stoltir af sínu mannvirki og vilja helst losna við það. Haukur Holm kann nánari skil á því. Menn reisa oft hús á skrýtnum stöðum, en þetta hús hérna fyrir ofan mig á Patreksfirði hlýtur að slá allt annað út. Þetta reisulega mannvirki var keypt notað frá Noregi. Það 30 metra hátt og efst á því trónir 300 fermetra hús. Húsið gæti verið aðbragðs íbúðarhús eða jafnvel hentað undir fyrirtæki, en þrátt fyrir að útsýnið frá því sé gott, þykir staðsetningin óhentug. Fyrirtæki sem keypti tankana og húsið ætti að hefja rekstur mikilvirkrar loðnubræðslu, en loðnan brást og fyrirtæki fór á hausinn áður en leið. Fiskveiðasjóður átti kröfur í fyrirtækið og leysti þessa einkennilegu eign til sín og nú stendur þessi reisulega bygging ónotuð og hefur gert lengst af. Og hvað finnst svo sveitarstjórunum svona arkitektúr? Þetta nú ekkert augnægindi, það óhætt að segja það. Ég vona að þetta hverfi sem allra fyrst. Á sínum tíma náðust samkomulag við Fiskveiðasjóð að tankarnir og húsið flutt í burtu, en ekki hefur verið gengið eftir því og hafa eigendurnir, Fiskveiðasjóður, verið að vonast til að einhver geti nýtt sér aðstöðuna, en dálítið vandséð að svo verði. Þetta Haukur Holm, hátt uppi fyrir Stöð 2 í einbýlishúsi á Patreksfirði. Og að vísu við höfum yfir 3 skipun að ráða sem hefur verið lagt. En það dugar ekki á meðan. Það dugar ekki á meðan, það rétt. Okkur vantar meira fé til að reka þetta og við náttúrulega förum eftir því sem okkur fyrirskipað og okkur lagt í hendurnar. Allir eru að vilja í gerðir að reyna að spara og sem sagt að það virðist ekki bera meira árangur en það að það lagt inn í skipi og þá á meðan 1,5 skip myndi ég segja í gangi því að 1 skip alltaf öðru hvora að hvíla mannskapinn og þá eins og núna síðast þegar við vorum á Reykjaneshrygg með 1 skip að þá því nest niður þar á meðan allt hitt svæðið frítt. Og þá ekki neitt skip? Það var ekki skip. Hvaða grín þetta náttúrulega? Hvernig stendur nú þess að menn skilja það ekki ef það nú nóg búið að berjast fyrir þessar landhelgi og þeir eru búin að vinna 3 þorskastríð og þá var nú allt í lagi? Það rétt hjá þér. Við höfum lagt mikið á okkur myndi ég segja, ekki aðeins við gæslumenn, heldur þjóðin öll, við að ná þessum 200 mílum og það segin sagan að þegar loksins við náðum þessum 200 mílum og sáum á eftir bæði breskum togurum, dráttabátum og hestskipum að þá var eins og bara að ráða með þjóðurinn vilja segja sko, nú getur bara hún passa sig sjálf. Og hvað þýðir þetta í raun og veru heldur þú sem að þekkir þetta nú svo vel? Landhelgin þarna, óvarin. Já. Og vitið eitthvað hvað að gerast það? Ekki fullkomlega myndi ég segja, þó við værum að reyna fremsta megni og eftir okkar bestu getu að fylgjast með. En við getum ekki fullyrt það hvað að skýja allt í kringum þetta 200 míla svæði okkar. Það gæti til dæmis verið fullt af togurum, útlöndum togurum að veita þess að við höfum hugmynd það. Já, þess að við höfum hugmynd það, en eins og ég hef sagt að ég veist ekki það að við myndum komast að því. Já, fyrir setna, já. Og líklega setna. Já, það getur verið rétt hjá þér. En þá náttúrulega það myndum við náttúrulega reyna að bregðast við eins og okkar
eins og okkar, tæki myndi leyfa. En það kemur líka annað til greina, eins og höfum séð núna og fylgst með hjá til dæmis bara bresku varskipunum. Það er þarna við þjóð sem það hörða, hún gefur ekkert eftir. Jafnvel þó að varskip sé við liðin á henni. Og við megum búast við því að ef við förum að hleypa hér erlendum skipum inn, að við verðum að sjálfsögðu að sýna það að við höfum töglin og haglin. En þið gerir það ekki með þessum tækjum? Ekki með þessum tækjum. Miðað við þetta sem þið eru með núna, er ekki eins gott að hætta þessu bara? Eða svo gott sem? Já, sem sannur Íslendingum myndi ég segja nei. Myndi reyna heldur að halda áfram fram í rauðan dauðan. Já, en að þú lítur á þetta bara hlutlagt eins og þetta er. Þetta þjónar náttúrulega einhver tilgangi. Þetta þjónar víst, jú, einhverjum tilgangi myndi ég nú segja að geti þjónar. Við getum aldrei, við getum bjargað einhverju skipi til þess. Þó var ekki annað. Þá var það víst tilgangur. En það sem En ef við tökum bara að verja landhelgina? Já, nei, það er alveg rétt hjá þér. Þá þjónar ekki nefnum tilgangi? Þjónar það einhverjum tilgangi. Og það sem við náttúrulega bíðum eftir og vonum þess af alhuga, fljótlega verði gefin yfirlýsingu það að byggja í nýtt varskip sem, eins og ég marg sagt, geti hangið út á 200 milljónum. Því að það er ekki bjóðandi neinum manni að vera um borð í skipi þarna í þessu sjó sem getur verið þarna suðvestur Reykjanesinu á þess að vera með vettitanga eins og dönskuskipin eru með og fleiri. Og að sjálfsögðu, eins og ég hef marg sagt, þá verðum við að sýna að við séum til í slegin. Var það ekki Ólafur Jóhannesson þegar hann var dómsmálaráðherra sem sagði að Gæslan skildi fá öll bestu tæki, alltaf besta sem til væri, annars væri sér að mæta? Jú, ég man ekki betur. Hann var mikil gæslumaður og það var Bjarni Heitni Benediktsson líka. Og Jóhann Hafstein, þetta voru alltaf mikil gæslumenn. Og ég veist ekki það að nú var hann til dómsmálaráðherra sé mikil gæslumaður, en eins og maður náttúrulega skilur það er því miður ekki ómikið því á milli handana. Og þá verður kannski eitthvað einhvers staðar að klípa, en það verður ég að segja að því miður þá hefur bara frá því að 200 mílurnar voru settar og það er margar ríkisstjórnir búin að vera síðan og mikið vatn undir sjávar síðan, þá hefur bara alltaf verið að höggva meira og meira af fjárveitingu til Landhelgisgæslunnar. Eins og þetta sé friðað svæði bara af sjálfu sér, 200 mínútur. Já, eins og ég segi. Sem það sjálfsögðu er ekki. Nei, það er það ekki. Helgi, er þetta ekki bara eins og oft í íslensku þjóðfélagi það verður að gerast eitthvað stórbrotið þess að menn fara allt í átt að segja á því að það þarf eitthvað meira til að verja þetta. Heldur að getur nokkuð annað breytt þessu? Já, við heyrðum það bara. Það fyllist alltaf frönsku togurum bara hérna einhvers þar út af Reykjanes? Já, við heyrðum það til dæmis núna síðast þegar við fórum þarna til aðstoðar íslensku togurunum sem voru að kvarta undan þessum frönsku sem færa þarna aðeins inn fyrir 200 mílurnar. Að við alla þá togaraskipstjóra íslensku sem fjölmiðlar töluðu við þarna úti, að þeir koma allir með það sama, að það yrði að veita meira fé til Landhelgisgæslunnar. Þeir sáu þá loksins hvað það er að vera með svona mikið svæði, hafsvæði til þess að passa en hafi ekki til þess að passa með. Og þarna höfðu bara eitt skip, sendu það nút og voru náttúrulega heilningi á leiðinni og heilningi tilbaka. Já, og þarna var það, eins og ég segi, þetta skip er ekkert byggt þess að hanga þarna 200 míljónum. Þarna var alltaf hinn stór sjór og mjög vont í sjóin. Og gat svo sem ekkert gert þetta skip í sjálfu sig? Það gat gert, það fór og sendum borð þarna þegar að svo gaf augnablik milli sjóa, að þá gat að senda þarna borð í 2 franska togara. Og þá kom í ljós sem að hún grunaði að annar þeirra var með mjög smáa mennskoða. En þetta er alþjóðasvæði þarna, það er ekkert hægt að gera. Helgi, er mikill munur á, ég ætla ekki að tala um landhelgisbrjóta en þegar það eiga við Bretan, Frakkan, Belgíumenn og hvað það færi enga, þekkjur þetta, er mikill munur á þessu? Er þetta alltaf sama? Fyrir ekki, ég er ekki alveg með, hvað meinar? Nei, þessir útlendu togaraskipstjórar sem þeir eru að eiga við, er mikill munur á þeim eftir þjóðinni? Hvernig er eiga við á? Ég fór ekki að fullera, við höfum nú ekki átt við, myndi ég segja, neina nema Þjóðverja og Breta. Og að sjálfsögðu er þó nokkur munur á bara Þjóðverjum og Bretum. Eins og? Já, þeir koma, það er öðruvísi. Þeir taka þessu öðruvísi, Bretarnir hafi verið svona léttari og kátari, Þjóðverjarnir hafa svolítið svona harðari. Og Frakkarnir? Frakkarnir, þeir eru kurteisir en samt svona reyna að smjúga. Er það satt líka talandi gæsluna og hvernig búið aðeins að það komi jafnvel fyrir að skipin komist ekki á sjó vegna þess að það er ekki til peningar fyrir olíu? Ekki núna, nei, það er mörg ár síðan. Já, en það hefur þó komið fyrir? Já, það er mörg ár síðan.
þá var það þannig að þau komast ekki á sjó vegna þess að vera til olía. Já, sem að segja nú sína sjó. Já. Helgi, það var nú líka þar sem ég var í sveit austur á fjörðum, þið voru líka svona eins og lögregla hafsins, að þegar það var slegist mikið á böllum þá var ekki kallað á lögregla, heldur kallað á varðskip og það kom siglandinn fjörðinn. Jú. Lentur í þessu tíma? Já, við lentum oft í þessu. Já. Og það var, ég sögðu okkur heima minn að það var eins og við manni mælt að þeir vissu að varðskipið var komið að sáu það þá róðust þeir. Já. Ég man ekki til þess að hafa við morðið að jafna eða flytja mann í brott nema einn. Já. Og það kalla ég vel að gert. En hvað gera menn borð í þessum varðskipum sem eru bara að sigla sjóin? Nú, að sjálfsögðu... Það fór nú löngum sögum að því að þið væru bara á fyllir í, er það bara svo? Nei, það geta náttúrulega ekki menn gert vegna þess að ég marg hefur sagt, ef menn komu borð og skoða varðskip, þá sjá þeir það, hversu þrifalegt þau eru, hversu mikið og vel við haldið þeir eru. Og það sé að það sjálft að það gerir engin maður sem undir áhrifum að vera að þrífa skip, það verður strax allt röllur svo skýt út. Þannig að þetta er bara þjóðsaga? Já, þjóðsaga er það víst að mörgu leyti, en eins og ég segi náttúrulega varðskipsmenn eru briskir og það er alltaf til að menn fái sér kannski staupinu eða komið til hafnar einhver staðar. En ég meina, varðskipsmenn hafa verið bara á sömu launum og aðri sjómenn. Þeir hafa aldrei verið annar heldur en sjómenn þó þeir hafi unnið öðruvísi og á mörgu leyti hættulegar þar. Já. Nú eru þetta nokkur skonar íslenski stríðsmenn. Myndi þetta eitthvað þýða að senda íslensk varðskip til dæmis til Bosníu og taka þátt í einhverjum átökum? Gætu þessi menn það? Nei, það myndi ekki geta. Gætu þið skotið niður flugvél? Nei. Ekki heldur? Nei. Bara siglt og passað? Já, ég myndi segja það. En það er mest að rekna með því að ef við lendum í einhverju svona stríðu öðru að varðskipin séu þá bara forskip og sigla og tekka á tundutöflum og heyrum. Já. Helgi Allarsson, þú mátti segja nokkur orð við Þorstein Pálsson, dómsmálaráðherra hér, því að hann heyri líka í þér. Já, Þorstein Pálsson er prýðismadur og okkur vel til vina. Og ég var búin að segja áðan, ég veit að hann er allur að vilja gerður að reyna að efla og styrkja landhelgisgæsluna. Og ég vona bara það að honum tækist það. En eins og þetta núna þá er þetta næstum því ekki til eins við að gæta 200 milljóna. Því miður, mætti vera betra. Segir Helgi Hallvarðsson sem var gestur okkar í kvöld, skipherran sem var sagði það hér og dróði það ekki undan að miða við tækjakostin í dag hjá landhelgisgæslunni þá sé þetta hálfgerð grín og ekki til neins að reyna að verja 200 milljónar með þeim búnaði sem þeir hafa. Þá vitið þið það, við hérna aftur annað kvöld, verið sæl.